too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Yes, no, maybe I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Ég er bara að tala um þetta. Hvað intro er þetta? Þetta er ekki geðveik stemminga. Það er rosa stemning, en ég bara misti Q-ið mitt, sko. Ringluðu hlustendur, þetta er hlaðað upp í tveir á toppnum, þáttur hashtag 144 og við erum alveg fullkomlega ringlaðir, þreyttir, tættir og illa undirbúnir, þannig að þetta verður örugglega skemmtilegasti þáttur ever. Já, þetta grínast, ég hef aldrei verið eins vel undirbúin. Ég byrjaði þennan þátt á Malcolm in the Middle þemalæginu. Já, og viltu gera grein fyrir þeirra ákvörðu? Já, við erum bara so back. Já. Endur koma Malcolm in the Middle hefur verið fullkomnu. Þátturinn er á Disney Plus. Já. Og þetta eru 4 þættir, 30 mínútur cirka hver. Okay. Allt kastið mætið tilbaka fyrir utan leikarna sem lék Dewey sem er litli bróðurinn. Yngsti bróðurinn. Já, yngsti bróðurinn. Og fyrir þau sem ekki vita þá voru Malcolm in the Middle bara ekkert eðlilega vel heppnaðar svona fjölskyldu grínþættir. Byrjuðu hóðgöngu sín árið 2000 og voru í gangi hversu lengi? Nokkur ár? Já, frekar lengi. Ég horfði aldrei á þá þannig, sko. Þú veist, ég datt inn í þátt og þátt, sko. Já. En ég horfði ekki á þetta eins og maður horfir á þætti ef maður er húgt, sko. Nei, þetta var á Skjá einum. Já. Á 50-dagskvöldum, ég horfði á þetta með pappa. Já. Það var svolítið svona þátturinn okkar, sko. Já. Þykir svolítið vænt þetta. Já. Og jú, þetta voru góði þætti, sko. Ég virði það, en ég man bara, sko, svo þegar Breaking Bad slóði í gegn og þá fórum að horfa það bara what the fuck? Pappin úr Malcolm mitt, er þetta alvöru leikari? Nefnilega, algjörlega og það bara, þú veist, þess vegna er þetta svo fallegt sko, einhvern veginn að því að hann hefði alveg þannig að sé, þú veist geta verið það stór, hann hefði geta verið bara heyrðu, neða bara, ég bara way beyond it sko, ég er komin miklu lengra og ég tek ekki þátt svona dæmi. En það sem er að gerast er að þessi þættir, þessi endkoma Life is still unfair, heita þættinir Malcolm in the Middle, Life is still unfair þetta viðlag sem þú varst að spila akkurat, og það sem er að gerast er að þessi þættir, þetta eru 4 þættir 5 stjörnur á Guardian sem að vakti athygli mína af því að þú veist, maður hugsa bara ég maður bara, þú veist, þegar maður fekk þessar fréttir af því að þegar maður er að fara að gera nýja þætti, hvað hugsa maður alltaf? Maður hugsa, oh my god þetta verður hörmulegt hvernig vantaði pening? Hvernig vantaði pening, þetta er cash grab ég veit ekki hvort það sé eitthvað með samtíman við höfum svolítið talað þetta það er náttúrulega, þú veist, núna er eitthvað svona óvænt stríð í gangi með tilheyrandi einhvern veginn efnahagshörmungum skilur við fyrir heiminn það er svona smá svona einmitt og Bandaríkjaforseti eins og hann er og svo framvegis og maður er náttúrulega gegnum sýrður alltaf í neikvæðni sem blaðamaður og þessi þættir er einhvern veginn að droppa hárinn tíma, þetta eru 4 þættir bara 4 þættir, 30 mínútur hver sem er frábært, maður þurfi ekki að vera að taka eitthvað pakka með 10 eða 13 þáttum og eins og bara, sko, blaðamaður Guardian sagði bara, þú veist, þessi þættir eiga engan rétt að þau vera svona skemmtlegir og eini galli við seríuna er að þetta eru bara 4 þættir þú veist, þetta er bara, það er einhvern veginn það er spáð í persónusköpunni upplæðið er sem sagt það að Malcolm er búinn að vera og ég er ekki að spilla neinu þú veist, ekki það að þetta sé einhver svona stórkustu sögutróð sem hann hægt að spilla en upplæðið það að Malcolm er búinn að vera að forða fjölskyldunum sínu mörg ár að hann fann bara leiðina hans líkilega hamingjunni bara tala ekki um fjölskylduna sína það er geðveikt koncept og þarna getur eitt ímyndað ykkur þarna, þú veist, hættir hann að geta gert það í þessum nýju þáttum og þetta er einhvern veginn bara þetta er, þú veist, það er svona persónusköpun, þú veist, það er svona þú veist, persónur halda áfram, þú veist, það er rosa mikið áhersla á að svona þroska persónuna, skilur, þetta er ekki bara eitthvað, við erum ekki bara gerðið til að hafa gaman, eitthvað mannst þetta þessu, þetta er einmitt ekki þannig sem er svo ótrúlegt, þetta er ekki bara svona, hei, mannst þetta þessum brandara, mannst þetta þessu, þetta er bara svona, heyrðu, hvað myndu þessi karakter að gera í nútímanum? Þannig að það er að vanda til verka, það er ekki bara, þessu er ekki verið ruslað upp að því bara, heldur einhver hugsjón þarna á baki. Nefnilega, ég er búið með 3 og það er að því ég er búin að spara þetta sko. Ég byrjaði, tók 2 algjörlega beit svo var ég bara, heyrðu, ég verði að stoppa ég verði að býða, svo ég bara, þetta er svo skemmtilegt
þú veist, og ég bara þú veist, ef að hlustendur eiga inni eitthvað gott núna, til dæmis 5. eða 1. eða eitthvað, að hafa átt erfiðan dag eða whatever, horfa á þetta er mjög gott. Og Frankie Muniz, hann hefur reyndar ekkert breyst, það er eitthvað að ræða það hvernig hann lítur, maður sem leikur Malcolm, hann hefur ekkert breyst. En pældi ég samt að ég tala það er náttúrulega einhvern veginn ástand heimsins er með versta móti. Já, mann tekst alltaf að tala heiminn þegar maður er að tala sjónvarpsefni. En ég búin að hugsa þetta því að félagi Trump sem að disclaimer, við höfum ekki, finnst það bara hlægilegur. Ég meina, við erum podcast allra. Nei, ég er búin að sko því að á fyrra kjörtímabilinu þá var hann svo upptekinn af því að hann væri ekki stríðsforseti, enginn í stríð á svona, nei, svo fyrir spá. Mikil ábyrgð Norðmanna. Þetta bara því hann fekk ekki friðarverðlaun Nóbel, svo bara, fuck it maður, við ætlum ekki að verðlauna mig fyrir hvað ég er góður, ætlum ég að vera ógeðslega vondur. Nákvæmlega. Helvítis Norðmenn. Leiðilegasta þjóð Skandinavíu stendur fyrir eiginlega bakum. Er það staðfest það? Nei, Svíar. Nei, Svíar er verið. Ég held að Svíar séu. Já, þeir toppa þetta alveg auðvitað. Ég er þetta að veislustjóri í Íslands-sænsku brúðkaupi núna í ágúst sko, þannig ég vil helst ekki tala illum Svíja. Nei, við skulum ekki. Besti vinur minn er að fara að gifta sig inn í Svíþjóð. Okkar góði gestur. Stefán Einar. Stefán Einar? Nei. Stefán Alli. Ég trúi ekki að kalla hann Stefán Einar. Þetta með þetta á hreinu áður nú heldur ræðuna. Bara hann að fólk viti, þá er ég búin að vera eiga langa vinnudagi þessari viku. Ég er búin að vera að taka upp kostingasjónvarp fyrir sín og borða sterka kjúklingavangi. Þetta er búin að vera erfið vika. Það er það sem ég var að tala með, við varum þreyttir og tættir. Það verður þau, ég hef bara aldrei verið betri. Já, þetta er náttúrulega kvikmynd og sjónvarpshlaðvarp, þá getum við náttúrulega alveg bara plugga því að Oddur er að gera comeback með vængina sína, kostingavangir. Sko, mér finnst þetta fallegt að þegar það þýðir að sko þessir þættir sem heita að vangju fram, að þetta er orðið trilógía. Já. Í stað svo fallegt, sem svona Star Wars manni, þú veist, Indiana Jones manni. Þú varst með alþingiskostningar? Nei, ég var með forsetakostningarna. Sko, málega er að við gerðum 2 seríur 2024. Það er að því að það voru 2 kostningar 2024. Forsetakostningar á vori og kosið þarna hvað, 1. maí var það ekki? Var það ekki? Eða 1. júní? Já, 1. júní, eða 31. maí og þá fengum við alla frambjöndur í vangi. Ég man að ég held að við tekið svona 5 þætti upp einn dag. Já, með eitrunenginni sko. Já, því ég man eftir því, þú varst sterkir vangir. Komst einmitt í eitthvað 2 á topnum og varst bara eins og þurfti að bara hringja sjúkrabíl sko. Já, sveittur, fölur og... Mér leið ekki vel daginn eftir, það voru svona eitrunáhrif svona eins og maður væri þunnur. Það er ekki gott sko. Og við erum að gera þetta núna með sem sagt oddvitum í borgarstjórn. Já, ok. En þið tóku líka þingkostningar eða hvað? Jú, við tókum líka þingkostningar að hausti sem 2024. Já, ég gleymdi að láta það fylgja með. Sem að eftirminnilega Inga Sæland bara sveifin og þing á kryddvangjum. Já, það var einhvern veginn Inga Sæland algjörlega var stjarna. Og hún talar, og alltaf þegar við vitumst hún og ég tek kannski vitulegu hana fyrir sín eða vísi eða eitthvað, þá talar hann alltaf þetta sko. Þannig fannst það svo gaman. Já, geggjað. Það er bara, ég bara, þú veist, við erum búin að taka núna 1 þátt og erum að fara að taka fleiri núna og ég held þetta verður bara skemmtilegt sko, en þú veist, maður fæði samt alltaf svona, þú veist, ef að síðan sér að mjög hefnu, þú veist, hvernig ert að fara, þú veist, endur taka leikinn í 3. sinn, en ég hugsa bara þetta sem trilógíu, skilu, við erum bara, maður þarf að lenda þessu skipi, maður lendir ekki skipum, maður lendir flugur. Jú, þetta er náttúrulega, lendir maður skipum. Þú getur hafnaðum, þú lendir í höfn, ok, maður þarf að sigla þessu skip í höfn og þá er maður sáttur. Já, svo náttúrulega líka, þú veist, þú voru alltaf með nýja leikara, sko, þannig að þetta er ekki endurtekning, sko. Nei, og núna erum við ég get sagt það bara hér að við erum að prófa að vera með 2 í 1 viðmældur. Ok, gott. 2 oddvita í 1. Já, og ég hef líka sagt það áður þó ég sé ekki trifin af mat eða átið leik. Ég hef ekki séð bara, ég hef einu sinni séð bara en að samloka taktu. Já. Nei, þá er alltaf, sko, ég hef sagt það áður, það er rosalega gott að taka vitul fólk ef hún nærði út úr öryggis, svona því umhverju sem að það fíla sig. Það er ekkert mál að vera frambjóðandi og setja sér bindi og mæti setti og standa og Einmitt. Þannig að vera að taka upp líka svona oddvita frammi þegar við erum að vinna á daginn og maður heyrir svona alltaf bara óminn og mér finnst þetta alltaf eins og bara svo sama manneskjan að tala dag eftir dag sko, þetta er svona, einhvern veginn bara ómurinn er alltaf bara maður þarf að, en þarna sko, þetta er eins og Ali G náttúrulega náði stórkostlum árangri með þessu þegar hann byrjaði að
bomba einhverjum alveg fáránlegum spurningum á fólk og setja algjörlega út á laginu sko. Ali G, Sacha Baron Cohen Já, þá sérðu glitt í sko manneskuna einmitt, og ég hef oft sagt að við ættum náttúrulega ef við værum fjölmiðill sko, að mati fjölmiðlanefndar þá myndum við kannski axla hlutverk okkar og þá værum við að spyrja frambjóður alltaf sko, hvað horfa á uppáhaldsmyndirnar svona, sem segir mér og held ég öllum mjög mikið viðkomandi einmitt nefnilega, við gætum líka ég var að hugsa þetta, að nú erum við með sko mjög góðan upptökubúnað og það galið að við nýtum okkur það aldrei að við getum hringt í fólk sko Já, við getum hringt í fólk þig þegar þú ert fastur í umferðarhnútum eða að lepja hérna bjór í Hollandi Heyrðu, já, en svo hérna sko, það er þetta ekki það að við séum eitthvað með Donald Trump á heilanum, það er þetta Melanie mál sem er búið að liggja yfir okkur hans lengi Hún bara gaf út sérstaklega yfirlýsingum það að hún væri ekkert að tengast Epstein Nei Það hefur náttúrulega ekkert með heimildamyndina sem að Bezos borgaði 74 milljarða fyrir. Ertu búin að sjá hana? Sko, við skulum bara taka þetta fyrir núna. Við erum bara komið svo frá að þetta er náttúrulega svona... Þeir eru ekki að taka sér þátt í þetta svo við loðum Antoni. Nei, ég skal bara klára þetta. Ég skal bara klára þetta bara á nokkrum mínútum. Þú ætlar að reka rýtingum bara í baki á Antoni. Nei, Anton fær núna sem sagt, sína Melanie umfjöllun en hún er ekki jafn stór í sniðum og við loðum fyrir mörgum mánuðum eða vikum, ég man ekkert hvernig þetta var. Hvers vegna svíkjum við endur ekki loðar? Við þurfum að fara yfir þetta. Já, hvað er það við okkar skítlega eðli? Sko, þetta er náttúrulega fyrstulega ekki skítlega eðli eins og eru við náttúrulega sveimhugar og svona svolítið ístöðlausir og kæruleysir, sérstaklega þú þó að þú sért svona dagfarsprúari þá ertu náttúrulega svo til sko, alltaf, já, herri, ég fæ mér bara væng og pæli þessu morgun. Ég satt þeim mikið metna fyrir tveimur og tótt. Já, þetta er ekki metnaleysi, allavega. Anton Brink, ljósmyndari stórvinnur okkar, hann er búin að rukka okkur þetta reglulega síðan í febrúar og hann komst inn í húsum daginn, bara kom aftan að mér bara í vinnunni, bara, heyrðu, hvar er Melania? Þannig að já, ég gerði atriðin að þessu og eins og við náttúrulega höfum nefnt í þetta þarf ekki að rífa það upp, þetta náttúrulega þessi mynd fekk alveg hryllilega dóma en ágætis aðsókn því að makakonurnar þær fóru 7 sinnum í bíó saman í saumaklúbbum. Fallegt. Já, mjög. Já. En ég sem sagt og þú veist, þetta náttúrulega var allir gagnrýnendur slátruðu þessu alveg sko var ekki Guardian, það var einhver fínn miðill sem afturkallaði gaf þessi eina stjörnu, svo voru hann afturkölluð seinna. Hvaða kvikmynd að gera maður gerði þessu mynd? Rush Hour leikstjórinn, hvað er það? Brett Ratner, já. Sem er nú eitthvað tæpur. Er tæpur og er miklu uppáldi á Trump. Já. Og Trump er búin að held að gefa út forsetatilskipunum að eigi að gera Rush Hour 4. Ok, loksins eitthvað sem við erum sammálum. Já, en sem sagt ég horfði á þessa mynd, ég byrjaði á henni og þetta er svo yfirgengilega óþægilegt, innihaldslaust og vont að ég er búin að þurfa að taka þetta Hvernig er þessu uppáðsatrið og hvað er að gera? Ég skal bara, byrjum bara að ágreða þetta, ég á 37 mínútur eftir og er þá búið með eitthvað 1 klukkutíma og það ekki 10-20 mínútur og ég er búin að þurfa að gera það í 3 atriðum, þú veist, ég get hort ákveði lengi og svo bara ég get þetta ekki sko. Þetta byrja nú bara á svona að hún er örugglega trítla út af Mar-a-Lago upp í einhvern svona bíl og þetta snýst eiginlega öll þessi mynd aðdragandan að hvað heitir það, inauguration innsetningu Trumps í seinna skiptið einmitt og það er svona, þetta byrja bara á svona löngu svona... Hvenær byrja sagan? Svona cirka 20 dögum fyrir kostningar var ekki byrjun janúar en ekki settur inn 20. janúar það er ekki fast Já, byrja sagan í byrjun janúar Nei, ég var ekki, hann er náttúrulega settur inn í janúar og þetta er cirka 20 dögum fyrir og hvað er áhugavert við sögu sem gerist í janúar? Já, það er náttúrulega, þú veist, það skiptir náttúrulega enga máli að þetta snýst fólkið en því miður eru náttúrulega aðalpersónar leikendur gjörsamlega þetta er svo grunnt fólk og þetta er bara eitthvað svona hilki af manneskjum eins og hverju? Melania og Donald
og Barron Barron Trump, sést hann litli strákur? Já, hann sést, hann ekki lítill lengur og hvernig er hann? Hann hefur náttúrulega ekki tekið neitt til máls og maður sér hann bara svona, þetta voðalega eitthvað ólánlegur ungur maður og er einhver svona, þú veist er einhver svona spurning sem er loftin einhver svona, þú veist, er einhver spenna yfir því hvað að fara að gerast? Nei, sko, þetta er allt náttúrulega opbóðslega sterilt og svo einhver flesti gagnum tölum þetta væri bara löng svona infomercial, bara eitthvað svona auglýsing en alltaf þetta byrja á því að hún tríktar út á Mar-a-Lago og það er bara svona summað á einhverja geggjaða skó sem hún er í og svo einhverja támjóa stífili og hvað hún allt vola stílisur og flott, sko svo hefur hún eitthvað náttúrulega opbóðslega lítið að segja, sko og svona svo má ekki gríða sem náttúrulega með svolítið sérskilan frambur, sko þannig að hún var eitthvað að tala sko lasting glove og þetta var svona, hvað var hún að tala endingagóða hanska, lasting glove lasting glove og Er það ekki að grína reiminum hennar? Nei, þetta er bara hljómaði skemmtilega og svo er svona Valdur einn sínum sé að gera eitthvað hún til dæmis á svona langt svona zoomspjall við forseta frú Fraklands Í alvörinni? sem að heldur að Trump og hans fólk haldi fram að sé kallmaður, sko Já, er það þau sem hafa gert það? Nei, að maka liðið Hún er mjög mikið búin að vera svona að einmitt stefna fólki hún og Emmanuel Macron sem segir það að hún, já, Trump er náttúrulega búin að drulla ítrekka yfir Macron, sko, ég held að hann sé bara í öðru sæti á eftir Trudeau, hann í Kanada en það er eiga bara svona hugleitt spjall og svona tala sko, svona hvað þær hafa gert í mannúðamálum og Melania hafi nú bara haldið áfram eftir hún hætti að vera Fótus, eða hvað heitir first lady og svo tekur hún á móti hvað heitir hún, Rænja prinsessa í hvað er ekki, Sádi-Arabíu eða okay. og rosalega flott kona, sko og við myndum svolítið munur að þegar hún mæti til leik, sko, þá svona ber hún höfuð hátt svona upp með höguna og bóðslega glæsileg og prinsessan og þá var meðlega að segja, já, ég var stofnaði svona eitthvað fyrir börn eitthvað já, ég gerði þetta nú svona svipa fyrir 20 árum, sko en þetta er allt svona bara eitthvað voðalega púsa Er þetta alveg bara svona samræðar hennar við ykkur að leitu? Já, og svo meðan ég bara að tala hvað hún syrgir móður sína og svo er pappennar, hann er svona eitthvað svona home video nörd og er hann alltaf með kamera á lofti Í alveg? Já, taka vídeo Þannig að fyrst á tilfinningu og væri einhvern veginn að kynnast henni Nei Af hverju var ákveð að gera mynd frá 1. janúar til 20. janúar þessi skil inauguration day en það var þetta aðdragandinn og undirbúningurinn hún þarf að velja kjóla og það þarf að huga það er sem sagt megin punkturinn og hún er að undirbúa sig að velja kjóla já, bara svona preppa fyrir þetta og svo er náttúrulega verið að reyna að sína eitthvað svona mannlega hlið á þeim en og er Trump Donaldin mikið í myndinu? Nei, hann sko þegar ég var alveg að gefast upp svona miðjamynd þá trommar hann upp með og eiginlega bara liftir þessu svolítið upp, sko en sko Dóra byrjaði eitthvað að horfa á með mér og hún bara eftir nokkur mynd bara byrjaði að heyra hvað þurfum við að vera á eitulyfum til þess að geta hort á þetta þetta er alveg bara þannig nema að svo kemur Trump og er Trump og það er eiginlega ógeðslega fyndið Hvenær þá? Hvenær kemur? Þá sitjaði með einhverjum Í hvaða aðstæðum? Þá sitjaði með einhverjum svona öryggis dutta, sko, að vera svona farið yfir, sko, ökuleiðina að innsetningunni, sko og meðan eitthvað, já, getum við stoppað einhverstaðar, megum við stoppa og já, við hefst ekki ræða það on camera, sko og já, ef fólk veit að við stoppum þá náttúrulega veit alveg hvar við stoppum ekki, Barón ætlar ekki að fara út úr bílnum Barón vill ekki fara út úr bílnum eitthvað og mál, sko en aðalega er þá er Trump kemur petty little whiny little bitch hverju er þarna? Þetta er leyniþjónustan Melania einhverjum agentar, sko og þau hjónin og þá sem sagt byrjuðum hvað er reiknum að margir komi? Hvað verður margir? Hvað held að verður margir? Bara mjög margir það verður bara mjög margir það meiri síðast það er bara fullt af fólki það var mjög viðkvæmt síðast 2016 og svo er þessi náttúrulega sjónvarpa og þá kemur upp úr dúrnum að það er að vera sjónvarpa beint frá einhverju National Championship einhverjum íþróttaviðburði sem ég kann ekki að nefna á sama tíma og kallinn bara, akkur er þetta á sama tíma
okkur settir á sama tíma, þetta er viljandi, þetta er gert viljandi taka ratings frá þeim sko og hann má allavega eiga það, hann er algjörlega shameless í því hvað hann er sanngjarni, hvað hann er smá smugulegur og lítill sko og svo nú hefði þannig að þið keyrið í Hvítahúsið og sækir Biden og þið Biden farið samferða saman í bíl hann er ennþá í fílu í alvörunni já, í alvörunni er hann bara I kid you not sko. shit og svo náttúrulega hún er ekki forsetafrú akkurat til þetta byrjar og ég bara tók strax því að Öðríkjum náttúrulega með lífverði og þeir voru svo lúðalegir bara svona eitthvað svona sloppy ekkert rosalega einhvern veginn jakkafötin einhvern veginn hangandi utan á þeim og svona bara eins og ég væri ekkert alveg on it sko hann að maður veldi verið sér svinnilega og meðan hann var ekki og hann var gafin fórstætti aftur þá kannski sé ég bara seti ég bara en hver var svona hápunkturinn í myndin var það bara sko það sem ég komi ég er náttúrulega ekki komið þangað sem ég komi þá var hápunkturinn náttúrulega þessi fundur hvað er þetta löngmynd? Já, ég er eitthvað vel rúma klukkutími ætlis ekki klukkutími og 40 mínútur þetta er svo 90 okkar mínútur rúmar Nei, það er náttúrulega Trump reddar þessu í þessum fundi og svo er alveg átakanleg og ofboðslega löng sena ég er stopp þar sem að þau fara semst í Arlington kirkjugarðinn til að leggja blómsveiga á leiði 3 fallina hermanna sko og sem bara svona hluta einhver svona hefð já, þetta er örugglega bara partur af rituálinu að komast á að fikra sig að þessari innvígslu þarna og ég náttúrulega var að velta mér af hverju er eitt svona ófærslega tími í þetta en þá var náttúrulega verið að reyna að sína að það bærist mannlega taugar í þessu fólki sko. Já, Trumparinn hefur líka svolítið sem er enda mjög skrítið oft svona svolítið svona hjólað í hermenn sko sem er mjög skrítið mannst á fyrir kjörtumbilina að sagða einhvern veginn að þeir sem gefist upp eða voru teknið fanga væru aumingjar einhvern veginn og var náttúrulega hjólaði John McCain á sínum tíma það eru pyntaður í fanga I like people that don't get caught eitthvað svona segir draft dodger döðans sko. en það já en þannig að hann er okkar maður Henry Birgir Henry, hvað segirðu? Það er svo geðveikt að fá svona innkomu heiðursgestur 100. þáttar bara frábært, er ekki komið á svona wall of fame eða? Ertu að grínast við erum að býða þetta er vinslu sko leið 200 nú gefum við ennitt lofari sem við lítið budget það er lítið budget það er endalaust budget leið sko við ætlum að taka Arnold Schwarzenegger þátt í 200 eða ekki það? Jú, það var lengur búið ákveða það við erum allir á lífi Þetta er akkur ennþá í vinnunni, hvað er það að gera? Ég er að lýsa, það er hálfleikur, ég þarf að halda á Heyrðu, Jesus Hvað er National Championship í Bandaríkjunum? Hvað er verið að keppa þá? Mjög mörgu Já, ok Mörgu? Já, þá er þetta flókisvar Flókispurn Já, einmitt Í alvegni? Takk fyrir það Vá, kemur suð ef það er kveikt á ljós Jesus, þú kemur í næsta átt Ok, 200. Okay. Þetta var geðvægt Henry Birgir Stallone fóringi í Íslands Já, við minnum á 100. þáttin með honum að benna bó það er ekkert auðlilega góð Já, þannig að þetta er svona bara Anton minn, sorry þessi mynd Melanie með fullir vinningu fyrir því hvað hún er áhugaverð kona hún verðskuldar ekki heilan 2 á toppum þá þannig að ég ætla að henda því inn að mér finnst þetta aðeins áhugaverðara heldur en ég bjóst þig Já, ég er náttúrulega mjög flinkur við að gera hluti áhugaverða með lýsingum mínum en ég er einhvern veginn fastur í núna bara þú veist ástæðan fyrir ég hef ekki hort á Melanie og þessi beinti Landons sérstaklega Fyrstulega er reynda búið að vera rosalega mikið að gera á mér í vinnunni eins og ég verið að tala um Ég get alveg votta það að þú ert mjög hardkerður barmað mér yfir en í öðru lagi þá er það náttúrulega bara þessi nörda þáttasúpa sem að maður einhvern veginn situr í bara þetta er svo mikið himnaríki sem við erum að upplega Já, þetta er náttúrulega eiginlega orðið þannig himnaríki þetta er að vera í hálfgert helvíti svo bætist bara við þú veist, ég taldi upp 17 sjónvarpsþáttaraðir daginn og svo bætið þú og hendur þú í mig Malcolminu með þú sem að ég rak augunni á Disney í gær og sagði, býttu Oddur eitthvað að nefna þetta er eitthvað sem þarf að horfa á Þetta er þannig en það sem ég er að tala um með nörda þáttasúpunni
Invincible Já. sem eru teiknumyndaþættir en kæru hlustendur, ef þið ekki byrjað á þessu horfið á þetta. Já. Þetta eru óreittþættir en þetta byggir á myndasögum, þetta er fyrir fullorðna, það er mikið blóð í þessu, þetta minnir svolítið á The Boys en það er svona, þetta er original saga þetta kom í 50 seríu núna, þetta er svo gott þetta er eitthvað besta í sjónvarpið sem ég hef séð síðan Game of Thrones, ég ætla að henda þessu fram ok, og gerir það líka síðast sko. Já, ég veit þetta hlýtur að vera að komast í gegn og núna bara holy shit sko. The Boys er náttúrulega byrjað, 3. þátturinn komin út, ég eftir að sjá Ertu byrjaður? Nei, ertu búin með fyrstu 2? Búin með fyrstu 2. Já, ég er ekki byrjaður, hvernig fer þetta stað? Þetta fer vel að stað Ég er ánægður með þetta Þú veist, þeir eru að fara að lenda sögunni það er bara gott, þú veist, bara bygg, það er gott góð ákvörðun, sem þýðir að það er rosalega mikið í húi, ég bara geti rétt ímynda mér sko, áhörstölunar hjá Prime yfir þessu sko Svo er hann alltaf Daredevil Ég er ekki byrjaður Nei, þú ert ekki byrjaður Á Daredevil Born Again Season 2 Já. Þetta er 50 þáttur, hann droppaði sennilega á 3. daginn Nei, ég held að þessi að droppa á miðvikudaginn ekki Já, er það? Ég held það Þessi 3 þættir eru allir að koma á miðvikudaginn Já, ok, það skýrir það Þetta er nörda súpa Já, ég byrjaði bara að leita að nýjasta þættinum á 3. daginn og fann hann í gær sem var miðvikudagur og horfði á hann Já. og ég sagði síðast að þetta sé mjög gott og þetta er það þetta er, ef þeir halda svona þessum dampi og svo Jessica Jones eftir að poppa upp og svona sko þetta er mjög gott, en þessi 5. þáttur af 8, það var fyrsti svona flashbacka þátturinn það var lítil framvinda í sögunni Þannig að 4. þáttur grænlega gerðist mikið það gerðist mikið í honum Já, hann endar á mjög drastiskum og hádramatiskum hápunkti og svo byrjaði flashbackinu og ég ætla strax, þú veist, come on hvað erum við búin að tala um á Dr. Terror Topnum við fylgist ekki með en þetta var samt góð þáttur og gaman að þessu og þetta voru svona alveg flashback sem að skipta ykkur máli svo held ég verði bara að nefna að hann sonans Tony Soprano Er hann breakout star? Já, hann er allavega hann hefur verið í ykkur svona smotteri en hann er þarna fjölmiðla fulltrúi Kingpin og hann er að sína tilþrif sko Já. Þetta er, hann er líkur pappa sínum samt rosalega ólíkur hann þú sér aldrei einhvern veginn Tony Soprano fyrir þér sko en hann getur leikið, drengurinn Það er helviti gott sko, þetta er svo fallegt þetta er fáránlega fallegt sko. Er hann sami sonurinn og lék pappa sinn í Sopranos myndinu? Já, menn í Saints of New York Já. Það er þannig Þarf maður ekki að horfa á þá myndið? Hún er alveg ógeðslega leiðileg Já, þetta er bara alveg sko ég er náttúrulega Sopranos maðurinn sko ég var frekar spenntur en hún allir gríðalegum ábrugum Af hverju var hann svona léleg? Hún var bara ekki góð sko. Það var bara því miður Ray Liotta er þarna aðalgæinn sko einhver frændi þeirra en þetta bara hún var rótlaus og asnaleg sko Mér fannst það var einmitt eins og þarna henni verið bara hent út bara til þess að gera eitthvað og ná í cash money sko. Einmitt, það minnum einmitt á að tala að ná í peninga Spaceballs 2 Já. Mel Brooks var að gefa frá sér nafni á myndinni hún á ekki að heita það er trailer á YouTube mælum með honum, mjög skemmtilegt það sem hann eiginlega heldur smá ræðu bara Mel Brooks, 98 hann er bara dætt í 100 hann er 99 ára já. Og hann segir eitthvað myndin mun ekki heita Spaceballs 2 The Search for More Money en svo grínast með mig ástæðan svo ég er búin að finna peningana elsku kallinn og hún á að heita Spaceballs 2 The New One Ok, gott Sko ég, Mel Brooks var farin að þinja svolítið en ég fulla trú á honum í þessu verkefni Já, ég líka bara þetta ekki svolítið svona þegar hann er orðin svo mikil svona legacy karakter góðsegna karakter bara maður sem svona hafði svona influensaði þú veist mennina sem er einhvern veginn aðalmennir í dag, skilur við Já, eða sko feður aðalmennir ég meina það sko. Nei, og líka Spaceballs er náttúrulega bara klassík sko, klassík og svo náttúrulega næran saman Bill Pullman kemur aftur og stóra fréttin náttúrulega Rick Moranis, Dark Helmet snýr aftur sko úr retirement hann var náttúrulega 80s stjarna Honey I Shrunk the Kids og Little Shop of Horrors og alls konar svo dó konunars og hann hætti bara fólk bara sinna börnunum sínum Nú, já, bara persónulegum ástæðum Já, bara, sýnir náttúrulega bara gildismatið, sko hann droppaði fræðinni og Hollywoodinu til þess að bara vera einstæður faðir Já. og hann,
gerir comeback. Það bara mjög fallegt, ég bara hlakkar til að sjá hann. Já. Þetta verður, þú veist, ég reyndi nú að gera eitthvað tilraun til þess að horfa á Spaceballs daginn. Já. Náður ekki Stillægi ekki gott, sko. When will then be now? Soon. Come the desert. Yogurt, I hate yogurt, even the strawberries. Þetta svo mikill aulahúmor. Já, ég veit það. Ég var í 3. bekk MR þegar ég fór á hann í bíóhöllinni. Það svolítið langt síðan. Shit. Heyrðu, já, þetta lofa góðu, en Boys og þarftu að segja eitthvað meira? Anthony Starr sem Homelander, þú veist, þetta bara, við erum að, þú veist, ég veit að David Chase, heitir ekki David Chase, sem gerir Sopranos? Jú. Hann búinn að tala einhvern veginn að gullöldin sér búinn í sjónvarpi og svona, en ég finnst þetta geðvikt. Já. Ég mjög sáttur með þetta, sko. Já, nei, svo, sko, náttúrulega bara, Heyrðu, fyrir ekki, að þetta myndi mig að við vorum að tala um Sopranos, þá hugsaði HBO, þá hugsaði Euphoria. Já, ég ætlaði einmitt Þú varst að fara að tala? Nei, ég ætlaði bara að nefna það meðan annars Þriðja serið að fá því líka útreið. Það öfugt Malcolm in the Middle þar. Hún vist bara... En ertu búin að kíkja eitthvað á þetta? Nei, ég hef eftir að horfa, það bara komin eitt þáttur, sko. Þetta sko, já, ég hef séð... Ertu búin að horfa á þriðju? Nei, ég er náttúrulega ekki búin að horfa á einn einasta þátt. Þú ert búin að horfa á einn einasta þátt. Ok, sko, málið að helsta gagnrýni núna á fyrstu þættinni í þriðju seríu að þetta sé stefnulust og að það sé bara svona, það er eitthvað svona pæling bara af hverju eru að koma aftur. Það eru komin nokkur ár síðan að fyrstu 2 seríurnar komu og það voru svo miklar pælingar lífið. Þú veist, þetta náttúrulega bara Zendaya leikur þarna bara alveg heavy, fíkil og dópista, sko, sem samt alveg kornung, sko, 16-17 ára gömul, sem samt alveg bara, þú veist, heavy, dópisti. Og hann náttúrulega, hvað heitir hann, leikarinn, skoski leikarinn, sem að deyr svo bara. Leikur, hann dó í alvörinni. Já, dó bara í alvörinni, sko. Angus Cloud, heitir hann. Leik Fesco í þessum þáttum. Og hann náttúrulega dáinn einhvern veginn og það vist bara núna einhvern veginn bara, þú veist, þetta lítur vist mjög vel út þessi nýju þættir og bara alveg gaman að hitta þessa karakter aftur, Sidney Sweeney og Jacob Elordi og svo framvegis, en spurningin bara til hvers og þú veist, bara til hvers, hvað verið að gera? Ég sko rak augun í einn jákvæðan dóm, en svo hefur þetta meira verið, það er ólangt liðið, það er ólangu tími liðin og þetta var óþarfi. Já, þú veist, þú þarft að sko bara eins og með Malcolm in the Middle það er eitthvað svona pæling. Þú veist, karakterar þeir eru ekki einhvern veginn dregnir aftur upp að dekk sko bara að því bara ekki bara til þess að mannstætti pappans, mannstætti hell skilur við, heldur bara byrju, hvað væri hann að gera í dag þú veist, hvernig myndi honum líða undir þessum, þú veist í þessum kringumstæðum Já, svo sko þarna Disney Svolítið eitthvað að glenna sig greinlega núna það komið þarna Mall eitthvað Dark Lord teiknimynda serja með Darth Maul Ég veist þetta hvað Já, ég er búin að horfa á fyrsta áttinn þetta lítur rosalega vel út ég held að þetta sé bara drullu skemmtilegt sko nema, þú veist, hann er alltaf bara eitthvað að löggu bóast sko, Darth Maul og mann svolítið skrítið fyrirverandi Læri Sveinn Keisarans sem að þessu Obi-Wan tók nú í 20 í Phantom Menace, hann fallið svo hátt að hann er bara sko glæpafóringi í stríði við aðrar glæpaklíkur Crimson Dawn Ég hef alltaf átt erfitt með það hvað er búið að gera við þessa persónu Já Ég skil alveg að mönnum hafi þótt leitt að hann hafi bara drepinn strax sko, í Phantom Menace Þetta er alltaf feil hjá Lucas sko, hann lætur hanna þarna hann er ógeðslega flotta gaur íhuga mér sér að láta Ingvar Sigurðsson leikan en enda svo þarna með eitthvað martial artista Ray Park og drepur hann og þetta svona, við tölum alltaf að þú drefst ekki on screen, þá gætur þú lifað þetta var mjög óumdeldur dauði sko, þegar Obi-Wan tekur hann í tent og svo húrur hann þarna onni eitthvað rör Þannig að upprísan alltaf frekar mikið í því og hann alltaf einhvern veginn í þessum teiknimyndaþáttum og ég hef bara alltaf séð Star Wars átan við hefum talað þetta miljón sinnum kannski komið svo langt síðan maður alltaf í svona sérstöku sambandi við Star Wars og auðvitað eru bara ákvarðanir sem hafa verið teknar að búa til mjög mikið af teiknimyndum
það er ekki búið til fyrir mig, þetta hefur alveg verið fyrir krakka, skilur, bara gott að blessa þú veist já. Þetta er alveg, ok, við bara sættum okkur við það að Boba Fett og Darth Maul bara drápust ekki og voru uppreistir á frekar svona einfaldan og asnalan hátt þá, mér sýnst alveg þessi fyrsta áttur hann var alveg leðrandi töffi sko. Flott, ógeðslega flott tónlist og flottar senur og geislasverða á loftu og allt þetta sko. Þannig að það verður að klára það svo náttúrulega sko framundan, það kemur meira sko í hausinu okkur, það að koma season 2 af Beef, það byrjaði heldur í dag, ekki 16. apríl í dag? Nei, Netflix nei. Beef var mögulega bara einn besta sería sem Netflix hefur gert mögulega. Þannig að það er í dag ég get þetta ekki Nei, þetta á maður að gera þetta er ekki hægt Þú eru ekki að hætta bara með þetta podcast eða hætta að vinna Svo getur fara að horfa bara ég kom þetta í alvöru dag fyrsta serían fyrir þau sem er að hlusta og veit ekki hvað erum að tala um The Beef mjög skemmtilegt að tveir hvað bara algjör reiðisjúklingar tvær manneskinn þekkist ekki neitt þeim lendir saman og bæði í einhverju mjög asnalegu hvað keira ákvort stuðranutt og bæði svo hömlulaus og bara filterslaus að þetta eskalera náttúrulega bara nánast upp í sko morðæði reiðin sko einmitt, miklu svona, þetta er ótrúlega skemmtilegt mæli með að fólk horfi á þetta ég sé þetta ekki sko á ég er talandi ég á ennþá eftir sko ég var næstu búin að segja F-orðið ég á ennþá eftir að horfa á Detective Hole Hole, þú veist hvernig á ég bara hérna situr bara annar helmingur tekja topnum bara á stóri ritstjórn og það bara stendur fólk yfir honum allir að tala um Detective Hole og Oddur bara ég Invincibles ég stend algjörlega við Invincible þú verður að horfa þú átt á bara gott í vændum ég verður ánæður með þessa Harry Hole þætti bara eftir því sem frá líður það ekki? Jú, ég er komin á kafi í snjókallin núna ég er búin að fara bara í gegnum 7 bækur síðan að ég horfði á þetta í alvörunni? Já, alltaf endur þú veist ég er búin að lesa þetta en þannig að það eru bjartir tíma framöndan þetta er samt alveg gríðalt álag þetta er mikið álag óbúslegt álag þar er maður ekki að fara að komast í frí já, ég var að fara að segja sumafrí þar sem að maður er í rauninni bara fær ekki að gera neitt sko nema að horfa sem er náttúrulega full vinna svo klárum og svo Netflix droppar 24. þessa mánuðar þá kemur Apex sem er nýja myndin að Balta með Charlize Theron er hún að droppa núna? Já, bara eftir einhverja daga erum við að fara að fá Balta í heimsókn? Við erum að leita á honum. Það verður fárlega gaman ef hann er ekki hinum með á nettinum í einhvernum tökum. Hann er nú gestur eins allra vinsalsta þáttar okkar frá upphafi. 50 snertingu, mælum með honum. Geðveikur þáttur. Heyrðu, þá er svona árið búin að hella þið aðeins bara með framtíðinni. Eru við ekki að fara að láta hann að þátt heita bara Malcolm in the Middle og Melania? Jú, Melania in the Middle. Já, Melania in the Middle, það er þetta fárlega gott. Fárlega gott. Heyrðu, svo bara einmitt að því að þeirra er svona ógeðslega mikið að gera í glápinu, þá fer ég alltaf einhvern veginn út af sporinu þannig að ég var eitthvað það á Netflix og verið eitthvað svona annars hugar, ég get ekki fókus á neitt þannig að ég fór að horfa á mynd á Netflix sem heitir Trash og er eitthvað svona hákallamynd það kemur eitthvað nýja? Kemur eitthvað flóð í einhverjum bandarísku smábæ og það fer allt á kaf og þá bara koma hákallar á fullu og ég er aðeins byrjar á hann, þetta lítur að vera þá sé ég, heyrðu, þetta er eftir hann Virkola, þetta hvað heitir hann sem gerði lélegustu mynd í heimi þannig að maður The Room eða eitthvað, hvað heitir hann Tommy Virkola Nei, Tommy Wiseau Já, nú ok Er það hann? Nei, þetta ég er að ruggla saman öfnum, hvað þetta ekki verið Já, ok Nei, ég hef ekki hugmynd Nei Þetta er svona frekar einföld og nett mynd þetta er svona eitthvað svona crossover af Jaws og Tremors eða eitthvað, ég veit ekki og það er þarna svona nokkra ráðagóða manneskjur sem að reyna að meika þetta og í svona ég hef gert mikið með nafni en hann er mjög litlu aukalega Jimon Hunsu sem var hann ekki glati þetta með Russell Crowe stór svartur hann er svona eitthvað frændi sem á bát og er eitthvað að reyna að redda málunum sko. en var ég að ruggla með leikstjóran Tommy Virkola
Tommy virkulega, hann gerir ekki The Room. Nei, hann gerir Dead Snow með zombjónum og já, þetta er alltaf allt í lagi mynd, sko. Ég held sko að þetta minnum að Greg Sestero var á leiðin til landsins. Já. Vissir það? Nei. Hann gerði einmitt The Room með Tommy Wiseau. Já, einmitt, já. Og ég hugsaði náttúrulega að það væri náttúrulega geðveikt að við getum fengið hann í draumur minn er að við fáum einhvern tímann einhvern svona þú veist, alvöru þú veist, Balti er líklega frægasti maður sem fengið það ekki stærsta nafnið í kvikmyndabransanum meina ég að öllum öðrum ólarstöðum já, nei, alltaf gæti ekki verið að þetta hefði verið þessi Tommy Wiseau ég var bara fór að byrja hvað hann lifið bara svona forniri ég fór að byrja hvað er Netflix árnir alveg despo eða eru að fara að sækja þannig sko. Þetta var fín ákveðlega mynd og þurfti náttúrulega endilega að vera kass ólít koni í þessu þú veist, ég er náttúrulega margóft tala hvað ég er viðkomin fyrir fæðingum í bíó nefnilega og þarna bara má með engum mun að bara nýfætt barn endi í hákarlskjafti þetta er mjög skeri sem sko minnum að þú ert að tala um ólitina það er náttúrulega að vera að styttast bara í meira Game of Thrones já er það núna bara í sumar vor heyrðu við mistum af honum hverjum? Er hann farið? Mistum af honum hann misti á okkur hann kom í síðustu viku Greg Sestero wow maður hann var í Bíóparadís það var partysýning mistum af honum heyrðu já en við veist að við erum með ekkert efni í höndunum erum við búin að bladra hérna í 40 mínútur classic viltu reyna að sneika inn myndinni sem var sást í bíó sko það er annarkvort að gera það núna eða tala um hana í næstu viku ætlar að lofa því ætlar að gera eitthvað í næstu viku er eitthvað sérstakt á planu ég manna ekki, ég held ekki heldur að koma eitthvað upp þú getum takið hana næstu viku bara og hvart alla í middeltíðinni til þess að fara á The Drama með Zendaya og Robert Pattinson tveimur heitustu leikurinn samtímans Zendaya er bara í öllu sko þetta er hennar hún er bara einhvern veginn í mín liði ég hef tekið mjög einbeitt afstöðu í því að vera tím Zendaya sko. Hund, er það ekki það? Mér finnst hún líka bara aldrei hún er bara góð hún er aldrei stíð í fylgspor svo náttúrulega er hún ennþá Mary Jane og er með Spiderman og mér þykir vænt Spiderman ég var farin að ágæra þessi Pattinson djöfull væri eitthvað að fara að reyna að stinga undan Tom Holland sko. Ég er búin að vera svona varðbergi gagnvart þessari mynd sko. Ég held að, nei en sko, Brand New Day Spiderman myndin ég er eins og lítill krakki svo spenntur fyrir henni sko. ég er alveg sammálaður þetta var langt síðan að maður fær þennan feeling við Marvel Spiderman er einhvern veginn síðasta stjarnan í Marvel heiminum sko. Þannig að þetta er ekki mikið valda jafnveg á milli Sony og Marvel nei herðu, svo því að við erum svo interaktífir þá var lögðin pöntun á Facebook-hópnum okkar toppfólkum daginn að við tækjum fyrir James Bond einmitt og að því að ég er búin að vera eitthvað í svona fókusleysi þá fer ég í Netflix þar get ég látið eitthvað efni rúlla á þess að þurfa að vera mikið að einbeita mér að því sko. Heyrðu, þá sé ég að James Bond sem er mikið búið að tala um að sé þarna á Netflix hann er að fara 20. janúar 20. hvað er, apríl, við erum í apríl 20. apríl, þá tjekkar Bondarensi út af Netflix Akkur kom Bondarinn inn á Netflix skilið það, Amazon á hann ég skil ekki neitt sko. Heyrðu, og ég bara byrjaði ég bara svona, setti No Time to Die í gang já, nýjustu Bondmyndina maður hefur ekki séð hana mjög lengi ég bara sá hann í bíó og svo ekki söguna meir þá vorum við að vinna á fréttablaðinu nema að hún var náttúrulega er gríðarlega umdeild og það er náttúrulega einhverjir fílubúkar sem er ennþá að garga það að Vókið hafið þarna alveg eðalagt Bond og allt það ég er bara svo frábær þegar við sáum hann í bíó og ég setti hann í gang og ég kláraði hann bara og hún er betri núna mér finnst það, mér finnst hún bara miklu betri og hún er orðin svo hún er orðin svo það er diffka svo merkingin, hún er svo merkingaþrungin að því að náttúrulega James Bond, hann drefst í lokin Takk fyrir að spilla þessari mynd Tóti Já, ég meina, þú veist, fólk getur alveg hún er að vísa 5 ára gömul Já, og svo hefur líka alveg að þegar James Bond drefst ekki þá var maður hafði engar áhyggjur af þessu Nei En Daniel Craig greinlega var komið svo upp í kók og hann fekk það greinlega í gegn að loka sínum hring þessum 5 myndir láta drepa sig og
þá þetta samt þó að þetta 5 myndir, það eru sko 2 eru næstu því lélegar en hinar 3 góðar sko þá stendur þetta bara sem eitthvað svona solid svona bara söguþráður en narratífa, bara Daniel Craig en þetta var alltaf mjög skrítið manni að það fyrsta myndin þótti frábær já, hún var það, Casino Royale Quantum Solace þótti algjört sorp já, og það var eitthvað verk handritið var skrifað hún var eitthvað stutt hún var alveg hún var ógeðslega stutt einhvern veginn og skrítin og var samt einhvern veginn beint framhald og tók við alveg þar sem hann endaði í Casino fyrsta bondmyndin sem var svona beint framhald einhvern veginn og svo kom til það Skyfall hún þótti góð hún var frábær svo kom Spectre hún þótti ekki góð hún var mombriði og svo No Time to Die og hún þótti góð en það var svona þykir góð, þykir ekki góð þykir góð, þykir ekki góð já og No Time to Die er náttúrulega umdeilt fyrir þetta en og svo þá fór ég líka að spá í sko æsingurinn sko því að þú pælir í því þá er Sean Connery bondin, Roger Moore bondin Timothy Dalton bondin, Pierce Brosnan bondin þetta er ekki sami maðurinn þú veist karakterinn breytist svo opbúrslega með hverjum leikara að Bond er eins og Dr. Who sko. Hann regenerator bara og láta það bara tjóðanur og kreika við sprungi í tætlu sko því að nú hef ég bara upplifað ein Bond-skipti á efinni Pierce Brosnan var bara Bond þegar ég var lítill svo allt inn kom Daniel Craig og ég man að þá var þetta rosalega fólk var rosalega þreytt á hann að Day Another Day og hvað Pierce Brosnan var svona teiknimyndalegu Bond þá vildi fólk fara í sko ég vil bara fá Bond sem er bara gritty, notar ekki tæki bara lemur fólk og bara lætur lemja sig og það var gert í Casino Royale þú veist þannig að erum við þá núna fyrst við erum að fara að fá nýjan Bond mér bara heyrist á einhvern veginn öllum og einhvern veginn eftir að ákveða samt hver leikur hann og þetta er mjög mikið þref og þau verðast bara ekki þorað en alltaf búið að kaupa út fjölskylduna sem átt alltaf rétti brokkoli fjölskylduna sem er finnast að nafna fjölskyldu sem ég heyrt akkur heitir hún ekki Celery, ég veit ekki þau fundu upp brokkoli eða það málega ég held ég sé ekki er þetta fakt? Ha? Þú meinar þetta? Bond veldið byggir á káli að fólki sem að fann upp brokkoliða er þetta að finna upp brokkoliða? Var bara gefið því að gefið nafni brokkoliða? Herra, ok, ég er engun Við leysum þetta ekki hér Hvert lusnir þetta að googla þetta? Amazon og Bezos hafa keypt þetta þannig að er það næsti Bond bara að vera bara einhver algjör Pierce Brosnan bara einhver og nota græjur mér, mann finnst og svo eru, vissir það eru James Bond raunverulega þetta á Prime já, ég reyndi, Jesus Christ og mér sagði hann Succession talar í þetta var Brian Cox, ekkert eðlilega fyndið sko. Nei, sko, anyways þá er held ég alveg ljóst að sko af því að það sem hefur gerst þá er þetta svo flott af því að Bond er dauður þú veist, Bondin sem að Amazon mun koma með hann verður eitthvað allt annað þannig að það er rosa smart að hafa sprengt hann í tætlur í síðustu brokkólímyndinni og það er ekki, þetta er alveg þetta er alvöru svona dauði. Hvað geta það gert? Bara haft hann eitthvað kornungan eða það er einlegin sko, svo líka bara fara með hann aftur í tíma hann getur bara, þetta getur verið perióda bara, þú veist, eftir stríð þetta verið perióda, þá má hann berja konur og berja konur og fara í tala konur og það er svo margir sem er að tala um að við erum Bond sko aftur sem er vonduðu konur já en ég meina samt þessi Craig Bond er samt, þú er aldrei fengið Bond sem er jafn nálægt Bond í texta Fleming sko mjög alveg áhugavert en nei ég allavega svona bara já ok, bara ógeðslega flott bara flottur endir á 60 ára sögu einhvern veginn, Ralph Fiennes leikur M og fer með mjög fallega svona eftirmæli á meðan þeir fá sér viski þarna gengið sko þannig að þetta er bara því að líka þetta er algjör breyting og svo líka eins og helsti álitshafi þáttarins Birgir Olgeirsson og nú haldi einhverja fyrirlestra fram á gólfi að nú þurfum náttúrulega að fara að mjólka kúna eins og Disney hefur gert við Star Wars þannig að það verða endalaus spin-off sko The Adventures of Phyllis Lighter Q Strikes Back eitthvað þannig að eiginlega er bara No Time to Die er bara ennþá betri og frábæri bondmynd eftir það sem hefur gerst, það er náttúrulega bara Bezos er náttúrulega bara Bond-villan Bezos og Elon Musk getur bara verið 1 og 2 í Spectre sko. En er ekki fála að finna að þeim hafi með Greg myndunum einhvern veginn tekist að gera góða mynd, svo slæma mynd svo góða mynd, svo slæma mynd, svo góða mynd
þannig að í rauninni er sperill sko brosnast í samfyrun meira eiginlega betri GoldenEye var geggjuð það var svona svipað þegar GoldenEye kom þegar Pierce Brosnan fékk loksins að vera Bond Er það ekki það sem að Sean Bean svíkur hann? Já 006 og Senja Onatopp reynir að kremja hann milli læra sína ég þarf að sjá hann aftur ég var eiginlega mest til að horfa á Brosnan-myndunar ég hef ekki séð hana einustu Sean Connery mynd, hvað finnst þér það? Já, það er náttúrulega ekki alveg nógu gott að bara segja frá þessu Við þessu Þeir eru fyrirgefist margt Nei, en svo voru þetta alveg fína myndir svo fór þetta náttúrulega alveg út í steypu þarna í Halle Berry myndinni þegar hún var ekki þá með ósýnilegan BMF á Íslandi og það var hrikalegt og þá var einhvern veginn allur bálkurinn með Brosnari dæmdur út frá loka Já, en það var líka þegar World's Not Enough var heldur ekki góð sko sem voru undan Já, Robert Carlyle Dennis Richards Já, Christmas comes twice a year comes early World ég var að segja namn The World is Not Enough World is Not Enough Sjæsa, herru Tóti Takk fyrir þig Þetta komið út í Þetta var fálega skemmt kannski að við verðum með eitthvað svona mjög afmarkað umfjöldunarfni í næsta þetta Gæti ekki Þurfum að fara að taka upp gamla takta Þurfum að fara Rúrik Gíslason í þáttinn, tala um Netflix eða ringja bara í hann er á Netflix Eat, Pray, Bark og við þurfum að fá hann það er verkefni við getum fengið siðfræðing til að tala við okkur um The Drama ég mæli með henni, þessari mynd þú er að sjá hana getum fengið Magnús Jókum í næstu viku Big Álges eða nenna ekki alltaf að koma til okkur Nei, þetta er erfitt Hættu nú að halda ríkstjórnarfundi Já, fyrir ekki, afsaka mig kæru, heyrðu, ég ætla að klikka út þetta með lægi bara þannig að vita Ok, þeir sem eru að fara að sofa þá bara lækja í Airpodsonum Já, þið getur bara getið skít Nei, ég segi þetta er mín lína Ég er að grínast Herru, en bara, Tóti, takk fyrir þig Þannig næst, voruð komið, það snjóa ekki einu sinni í vikunni Tókstu því? Ég lofaði því að voruð komið Það er komið Ég ætla að vera sammálaður og ég er svona alla þessa viku er ég búin að vera gælaðið bara að fara að mæta í vinnuna í leðuvekka Ég held að þegar ég er komin í leðuvekkan þá er komið voru Þá er voruð komið Til hamingju Takk, Tóti Yes, no